Einar, já, þetta var svakalegu sigur. Bara, já, virkilega góð sigur. Spilum bara mjög vel á, já, bæði varðar og sóknarfell í dag. Spilum hörku fína vörn og sóknarlega bara óeigingjörnir og bara kröftir, bara frábært að sjá hvað menn hefur boltan vel og unnu bara vel saman. Þannig að ég er bara virkilega ánægður með sigurinn. Ég meina, Þórsleið vissulega lið sem án sigurs til þessa, en við höfum heldur ekkert verið skínandi góðir og bara ánægður að ná í 3. sigurinn í röð eftir Hattar og Valsleikin. Og ég meina, í okkar undirbúning þá horfði ég á þá til dæmis spila við Keflavík í síðustu viku, þar sem við vorum bara mjög góðir. Ég er ánægður með hvað við gerðum vel í að til dæmis Hansel sem bara frábær leikmaður að skora eitthvað 21 stig á leik. Ég held ég færi mér rétt ból hann að skora sín 1-2 stig þegar leikurinn var farinn á síðustu sekúndunum. Þannig að ég stað til margs bara hvað við gerðum vel á hvern einstaklinga þar og bara ánægður með hvað framlagið var dreift. Kristinn frábær í dag á eiginlega öllum sviðum, hvort sem hafa vörn, sókn, skora, búa til og geti talið fleiri en bara liðsigur. Já, sko, Valsigurinn, það var svona margir sem voru að hugsa, sko, þú veist, var hann í arfi góðir eða voru Valsar lélegir í kvöld? Já, ég meina, þetta er ekki 2 leikir í röð sem hættir að segja þetta, þeir voru bara góðir, burtsið frá hvernig Þórsarar spiluðu. Já, mér svo sem alveg saman hvað fólki finnst, sko, en ég er ánægður með hvernig við komum út í síðarleika mútið Val. Ég gerði mér alveg grein fyrir því að við vorum ekkert á besta stað í sálinni í þeim leik. Við vorum búin að tapa 4 deildarleikjum í röð. Við erum reyndar búin að vinna góða sigur á Egilsstöðum á sunnudeginum, en þú veist, það er langt síðan við vinnum deildarleik og eðlilega voru menn pínu svona, þú veist, ekki alveg upp á sitt besta í fyrrhálfleikunum þar, en bara vaxandi gangur og flottur síðarhálfleikur og fylgja þess eftir hér í dag með þessari frammistöðu. Ég er bara ánægður, við erum að halda andstæðingum okkur í 53 og 52 stöðum í 2 leikjum og við erum að spila í úrvalsdeild sem að margir vilja meina hafi ekki verið jafnari og bara öflug í langa tíma, en þetta er samt bara 2 stig og við erum ennþá í neðri hlutunum og þurfum bara að halda áfram að vinna okkar leik. Næst er það bara 6-valdir Íslandsmeistarar. Já, á útivelli og já, en ef við spilum svona? Við þurfum bara passa okkur að fara ekki of hátt, þetta voru bara 2 stig sem ég sagði. Já, ég meina, við þurfum að taka bara með okkur það sem við höfum verið að gera vel í síðustu 3 leikjum og þú veist, það er mikil breytt í liðinu og við erum til að mynda með Kyle meiddan í dag, en og það er bara, þú veist, eitthvað sem á að vera á vopn. Við erum að vera með 5 ferska fætur, öllu heldur 5 ferska leikmenn öllum stundum og það er bara erfitt að eiga í svoleiðis þegar allir að koma eitthvað á borðinu. Ég ætlaði einmitt að spyrja út í hann, er þetta eitthvað alvarlegt eða? Það sneri sér náttúrulega bara illa ökla, hann fer í stökkskott og lendir á fæturum á stórumannunum á Hlíðarenda og það er alveg óþægilegur stúningur. Hann er svona, hvað ég segja, 60-70%, ekki farin að vera í kontakt, þannig að við þurfum að sjá. Ég er svona líklegt að næsta vika verði svona prósess að koma honum á stað aftur og finnst svona raunhæft að stefna og að vera klára í Haukana eftir tæplega hálfa mánuð. Takk fyrir þetta Einar og gangi ykkur vel. Takk.